Þarna stóð áður sjálfbærni. Það var talið ófullnægjandi eða kannski misvísandi og væri hægt að skilja á ólíkan hátt og réttara talið að vísa til sjálfbærar þróunar eins og hún skilgreind í Brundtlandsskýrslunni og vísa til á ráðsfundi hjá okkur síðast þegar þetta var rætt. Nefndin bætti síðan við orðinu almannahag og þá ætlunin að vísa til hennar félagslegu víddar sjálfbærar þróunar, ekki eingöngu náttúrusjónarmiðanna. Þá kemur 28. grein umhverfi og málsaðild. Hún lítillega breytt í staðinn fyrir að vísa í annarri málsgrein til aðildar að tengdum dómsmálum málsgreinin núna svo hljóðandi. Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðar aðila. Þessi breyting gerð til að tryggja að heimild til aðildar að málum sem varða náttúrun og umhverfið eigi við hvort sem að mál fara fyrir dómstóla eða til úrskurðarnefndar. En ef til dæmis tillögur sem nú í vinslu varðandi Árósasáttmálann verða raunveruleika þá líklegra að farið verði þá leið að setja nefnd á fót og þá vísan til aðildar að dómsmálum of þröng til að nýtast neinum sem að vildi nýta sér þau réttindi sem Árósasáttmálinn segir. Síðan í 3. málsgrein örlítil breyting við fellum brott orðið lögbundnum meginreglum umhverfisréttar. Það að ráði sérfræðings á því sviði. Það eru fæstar reglur umhverfisréttar lögbundnar þó það séu mjög mikilvægar í dómaframkvæmd. Þannig að þetta var talið réttara orðalag. Og 29. greinin dýravernd verulega stytt. Seinni málsgrein felld brott. Þar var fjallað líffræðilega fjölbreytni en hún í raun og veru innifalin í greininni umhverfi og náttúru Íslands og greinin þá svo hljóðandi. Með lögum skal kveðið á vernd dýra gegn illri meðferð og dýrategunda gegn útrýmingu. Þá það 30. grein skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum. Hún fjallar skyldur ríkisins samkvæmt alþjóðlegum samningum eins og orðin gefa til kynna. En tillaga frá okkur að bæta við umhverfissamningum. Þetta kom út úr spjalli við sérfræðing á sviði umhverfisréttar. Hér væri eðlilegt að vísa líka til slíkra samninga. Og bara rétt í lokinu minna á að seinni málsgreinin í þessari tillögu mjög breytt frá því sem upphaflega var og við ætlumst til þess og munum í greinargerð skýra að við teljum þurfa að setja skýra reglur hvernig á að lögfesta slíka samninga þannig að þeir öðlist þessa stöðu lex superior. Og þetta þá umfjöllun mannréttindakaflann en við gerum að auki tillögum að færa 2 greinar úr honum yfir í undirstöðukaflann. Þessi kafli sameiginleg á ábyrgð okkar í A og B-nefnd og B-nefnd hefur þegar kynnt 2 greinar hér handhafa ríkisvalds og yfirráðasvæði ríkisins og þarna erum við svona aðeins að velta fyrir okkur hvort þessi kafli eigi að heita undirstöður eða hvort hann eigi að fjalla svona skipulag samfélagsins og einhvern hátt grunnstofnanir en við sjáum allan fyrir okkur að þessar greinar eigi betur heima þarna en í beinum mannréttindum og þá gerum við tillögum að frelsi fjölmiðla, sú grein færist óbreytt yfir enda eru fjölmiðlar mikilvægir fyrir framgang lýðræðisins og að kirkjuákvæði verði í þessum sama kafla. Við höfum áður kynnt 2 útgáfur af þessu ákvæði og gerum hérna tillögum að báðar þær útgáfur verði felldar á brott. Við héldum sameiginlegan fund í liðinni viku með öllum nefndum og þar var eiginlega bara 100% mæting. Gerðum það skoðanakönnun á afstöðu allra ráðsliða til 5 ólíkra kosta sem fóru frá því að fella brott vísan til þjóðkirkjunnar úr stjórnarskránni almennt eða hafa hana inni án hvaða eins og í núverandi stjórnarskrá, þannig misróttækar tillögur. Upphaflega tillagan sem við lögðum fram að hafa inni 2 kosti sem færi í þjóðaratkvæði hlaut lítinn sem engan hljómgrunn í þessari könnun en svo leið sem hér kynnt og bráðabirgðaákvæði sem við höfðum síðast rætt voru svona þau vinsælustu. Í því ljósi og þetta ákvæði, þessi tillaga var svona afgerandi sigurvegari ef svo má segja. Og þá leggjum við til að þjóðkirkju eða kirkjuákvæði verði svohljóðandi. Í lögum má kveða á kirkjuskipan ríkisins. Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins og skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. Kirkjuskipan hér notuð til að vísa til sambands ríkis og kirkju og við höfum rætt það áður að lögfræðingar eru ósammála það hvort að breyting sem þessi sé breyting á kirkjuskipan samkvæmt núverandi stjórnarskrá. Við teljum svo ekki vera
Með þessu viðurkennt að þjóðkirkja geti verið og starfað í landinu eins og samkvæmt núgildandi lögum og samningur þar á milli aðila, milli þjóðkirkjunar og ríkisins. En eigi að taka ákvörðun að breyta þessu þurfi áfram að leggja máli í dóm þjóðarinnar þótt ekki sé lengur þörf á því að breyta stjórnarskránni til þess. Þannig að þetta er svona útfærslan og auðvitað myndi þá líka samkvæmt þessu allavega mínu skilningi hið gagnstæða vera sagt að ef taka ætti upp þjóðkirkju á einhverjum tímapunkti að þá þurfti líka þjóðin að samþykkja það. En þetta lýkur þessari yfirferð breytingartillögurnar okkar frá að nefnd. Við vonum að þetta hljóti góðan hljómgrunn í ráðinu og mér langar svona sérstaklega í lokin þar sem að þetta síðasti ráðsfundurinn með þessu sniði að vinna að áfangaskjölinu að þakka samstarfsfólki mínu í nefndinni, Erni Bárði, varaformanni, Þorvaldi, Kötu, Illuga, Freyju, Dögg og Arnfríði fyrir einstaklega skemmtilegt, gefandi og fræðandi samstarf og hlakka til að taka lokasprettin með þeim og með ritarunum okkar Andrés Inga sem hefur staðið eins og hetja alltaf með bros á vör og sama hvað við erum að flækjast mikið fyrir honum. Takk fyrir.